Rúm 40% landsmanna eru andvíg því að álver verði reist í Helguvík samkvæmt könnun sem unnin var fyrir þingflokk Vinstri grænna. Mun fleiri Suðurnesjamenn eru þó fylgjandi álveri. Stjórn og þingflokkur Vinstri grænna fengu Gallup til að kanna hug landsmanna til álvers í Helguvík og afstaða Suðurnesjamanna var sérstaklega könnuð. 41,6% landsmanna kváðust mjög eða frekar andvíg því að álver yrði reist í Helguvík en 36% voru mjög eða frekar hlynnt því. Rúm 22% tóku ekki afstöðu. Mestu stuðningur við álver er á meðal kjósenda Sjálfstæðisflokksins en þar eru 60% mjög eða frekar hlynnt álveri. Minnstur stuðningur er hjá kjósendum Vinstri grænna en næst minnstur hjá kjósendum Samfylkingar en þar er rúmur helmingur andvígur álveri. 1200 manns af öllu landinu voru í úrtaki Gallups en auk þess var 200 manna auka úrtak af Reykjanesi. Svarhlutfall var rúm 65%. Þegar svör íbúa á Suðurnesjum eru skoðuð kemur ljós að 2/3 eru mjög eða frekar hlynntir því að álver verði reist í Helguvík en rúmur 15 á móti. Tæp 13% taka ekki afstöðu. Formaður Vinstri grænna segir niðurstöðuna ekki koma á óvart. Hún sýnir að meirihluti þjóðarinnar hafnar því hvort sem heldur sem skynsamlegum valkosti í atvinnumálum almennt eða sem lið í tímabundnum efnahagsþrengingum heima tilbúnum að mestu leyti að auka á álvæðingu íslensks efnahags- og atvinnulífs. Þannig að endurteknar fullyrðingar að andstaða við stóriðjustefnuna sé að dvína vegna krepputalsins, þær eiga ekki við rök að styðjast. Mikill munur er á afstöðu fólks til byggingar álvers í Helguvík eftir því hvar það býr. Í könnun sem Vinstri hreyfingin grænt framboð lét Gallup Capacent gera fyrir sig kemur í ljós að 36% landsmanna allra eru hlynntir byggingu álvers í Helguvík, öllu fleiri eru andvígir því eða 42% en rúm 22% segist hvorki vera hlynnt því né andvíg. Viðbótar úrtak var tekið á Suðurnesjum og reyndust 65,5% íbúa þar styðja byggingu álvers í Helguvík.